vil ég bara kynna ykkur, bara hvað... Ég heiti Rafael. Ég heiti Haukur. Ég heiti Jökull. Ég heiti Nói. Þannig að... Og hvaða mynd gerðu þið? Bara því að, já. Ég gerði myndina Frís. Frís eða blóð. Já. Ég bjó til teiknimyndina Sæmund Fróða. Ég gerði myndina Bruno. Þannig að eina spurningu fyrir Sæmund Fróða. Þannig að hvernig byrjaði þetta allt? Hvað láttu þið að gera svona? Svo ég horfði á teiknimynd frá 1923 sem heitir Prins Ahmed eftir þýska kvikmyndagerðarkonu sem heitir Lotte Reiniger og ég elskaði stílinn hennar. Hún bjó til svo flott svona pappírsdúkkur og eitthvað nei. Og ég byrjaði aðeins að skoða þetta og mér langaði svolítið að finna út úr í hvernig þetta var gert. Þannig að ég bjó til svona lítinn kassa, fór í góða hirðin, keypti svona myndaramma með gleri í. Svo staflaði ég glerunum og klippti út og bjó til svona pappírsdúkkur og já, gerði bara stop motion og prófaði maður fram. Var það hvað var svona erfiðasta parturinn til að gera þetta eða hvað var svona, hvernig tókst þetta? Erfiðasti parturinn var raunverulega að finna út úr því bara hvernig að gera alla teknilegu hlutina. Eins og að lýsa á undir til að fá litina og fá alls konar svona kartón og bara já, allt mjög erfitt við þetta sko. Ertu með eitthvað plan til að gera þetta fleiri svona stop motion eða svona? Ég er búinn að vera að prófa mig áfram með alls konar svona búið til svona 3D dúkkur og eitthvað hannig. En ekkert meira svo far sko. Spurning fyrir Frís, hvað láttu þið að gera heimildamynd fyrir hljómsveitinni ykkar? Hvernig, já, við byrjuðu þetta? Well, ég var í áfangi sem var svona að gera heimildarmyndir og ég held að kennarinn stakk upp á að ég myndi gera mynd bandið. Og það átti fyrst bara að vera okkar ferli í stúdíóinu og síðan tók ég það upp en út af því að við vorum byrjaðir miklu fyrr að taka upp þannig að við vorum búin að taka upp heilt lag og það myndi ekkert vera tökur af því að tökur af vélspil og trommur þannig að ef ég myndi bara hafa það þá var þetta ábyggilega 3 mínútur bara eitthvað mjög stutt þannig ég ákvað að víkka samhengið og hafa meira að gerast og síðan bara fór ég að stækka þetta meira þannig að ég basically bara ákvað að láta þetta vera bara svona ævisögufrís, nei ekki sögufrís segi ég, frá byrjun og svona, yes. Og hvernig fannst hinn í fólk í hljómsveitinni, hvernig fannst þau myndina? Ég var að sjá hann í fyrsta sinn, þótti það hjálpaði að taka upp, en mér fannst þetta bara miklu betri en ég var að vonast við, ég vil bara segja sko. Ég get ekki beint sagt meira en það, þetta var miklu betra en ég var að vonast við og þetta var bara mjög gott. Já, gott að vita það. Ertu að plana að gera eitthvað fleiri? Viltu taka upp fleira hljómsveitum, meira svona dokumenta meira eða er þetta bara nóg í bili bara? Sko, ég ætlaði að gera svona plan að halda áfram að gera það en ég er spá að þetta verður bara ein heimildamynd og sem ætla ég að gera annað. Ég er spá sko engin loforð en ég er að pæla að þegar við tökum upp hlutana eftir langt time ago að taka það upp en já, annars er bara þetta fyrst alla sem við hefum gert og það er meira fyrir að koma á byggla. Eina spurning fyrir Bruno. Af hverju Bruno? Hvað láttu hugsa svona, já, mér langar að gera mynd Bruno og hvað láttu hann vera svona spes-karti fyrir þig? Þetta var enskuverkefni í 10. bekk. Við áttum að búa til fullkomnan skóla. Það átti að vera einhver léleg PowerPoint-kynning en ég ákvað að búa til bara stutta heimildamynd og lauga öllum við að búa til ásatíðarmyndamynd. Það tók upp hellinga fólki þátt í þessu og ég var mjög glaður með það. Hvernig fannst allir
í skólanum þarna myndina eða sýndur, já, hvernig fannst þeim? Sko, ekkurinn minn vissi ekkert af þessu og þeim kom mjög óvart þegar ég gat allt upp og skólinn var bara mjög glaður með þetta og kennarinn gaf mér frekar lélega einkunn en ég var bara glaður með þetta sjálf. Þannig að, en af hverju var samt, þú veist, þú vildi nota karakterinn Bruno, öllum karakterinn vildi nota af hverju Bruno eða hvað? Mér finnst það bara fyndið, sko. Vildur gera svona fleira svona, ég veit ekki, svona social experiments, eitthvað svona myndum eitthvað, eða þetta bara, já, líka svona? Ég vil ekki búið það til aftur, það var mjög mikið veist. Engar spurningar fyrir hérna salnum? Já, veit. Já, verður. Já, þetta ekkert mjög vel útskýrt, en ég að sjálfsög ekki að gera lítið úr neinum. Ég aðalega að gera lítið úr fólki sem að sjá þetta og gera svona lítið úr svona hugmyndina af homma og autism og það. Ég var eiginlega að kynna þetta og sýna hver cool væri að vera svona. Mig langar svolítið að vera svona. Bara að hafa gaman, sko. Það var ekkert eitthvað mjög djúpt sem átti að lesa í gegnum. Þetta var bara ég og vinur minn eitthvað að fíflast og leika okkur. Engar fleiri spurningar? Já, eina Bruno finnum við og svo aðra. Er þetta improviserað stand? Nei, ég bjó til handrit og öll viðtöl var ég með svona hugmyndi en ég lét ekkert vita hvað þeir áttu að segja neitt. Ég bara leiði þeim að svara eins og þau vildu en allt sem ég sagði var búið að plana. Ok, þú sagði að enskumkennarinn hafi gefið þér frekar lélega einhvern. Hún gaf mér, ég held 5 af 10 eða eitthvað. Já, var hún, óþessmenn, var enskalingin og góð í? Ég veit ekki, ég held að hún bara bjóst ekki við einhverju svona. Hún fækstu 5 Já. af 10. Já. Ég myndi gefa það allavega 9,5 sko. Bara, já, saman ég sko, þetta er bara svona, já, og mikið til að svona respekta þetta, já, vera svona, bara gera þetta og bara taka upp. Af hverju má ekki skilja verkefni í kvikmyndaformi alveg svo á blaði? Hvað segir þið það? Nákvæmlega, ég er sammála. Já, saman hér sko. Það tekur minna effort. En Rahel, takk fyrir myndir af og þér en allir. Ykkar myndir, er þið búin að finna sögkonu? Nei, við erum Nei, við erum ekki búin að finna syngunu. Við erum ennþá að leita. Það er ein að koma næsta fimmtudag. Þannig að leitin er ennþá í gangi. Og við erum búin að fá alveg, hversu margar erum búin að fá í pröfu? Svona yfir 10, næstum 15. Já, við erum búin að fá líka, ég held að við erum búin að fá, 3 strókar? Já. 2-3. Og það er ekki að við séum óhátt standað, við erum bara svona, það er fullt af fólki sem hafði ekki tíma og skiptum plön og alles. Eru fleiri spurningar?
er bara flestir af þeir sem eru komið, það er ekki eins og þeir eru allir til í það á sama tíma. Þetta var bara meira svona þessi kemur og hann gat ekki, og þessi kemur og við vildum ekki, og þetta er bara svona mjög mikið flip-flap á milli það. Ég ætla bara að segja, eru með einhverjum fleiri spurningar? Fyrir einhvern uppi? Ég er með eina spurningu fyrir Bruno. Sko, mér finnst mjög vel gert með það að þú hefur fengið eitthvað hugmynd og bara framkvæmt hana. Eða svona, og var svona, þannig að það var eins og þú fyrst bara þessa hugmynd og ákvæmt að gera hana að veruleika. Og mér líkaði mjög mikið við það. Ekki spurning. Ein spurning eftir. Það er Sæmund Fróði. Af hverju væntirðu að gera mynd Sæmund Fróða og hvað er næsta mynd? Sko, ég valdi Sæmund Fróða því að mér finnst hún bara geggjuð saga. Fyrst og fremst. Næsta. Ég bara veit það ekki, sko. Ég er ekki búinn að plana neitt. Bara sjáum til. Já, þetta sé bara, já, nógu bíli núna bara. Það var einn spurning. Á ykkur hann? Það var einn hérna. Nei, já. Ég er með spurning fyrir Bruno. Gjörðu svo vel. Ég er að velta þeim. Hver á pælingi með slingshot-atrið? Á stólnum? Sko þetta vídeo er byggt á myndinni Bruno eftir Sacha Baron Cohen og þú veist, ég var bara með félaga mínum og spurði hellinga fólki hvort þau vildu kannski fara með mér inn í þetta herbergi og við höfðum athuga málið. Það var einn og við læstum hurðinni og bara settum stóla fyrir og allt, þannig að fengi kom inn. Svo bara lékum okkur aðeins og fekk sippubönd lánað og allt og það var ekkert mjög djúp hugmynd á bak við þetta. Þannig að, já, Frís langar að segja eitthvað. All That You Are, lagið sem var heyrt í myndinni, er komið út á Spotify ef þið viljið kíkja á það. Besta leiðin til að kíkja á það er að fara inn á hljómsveitin Frís á Instagram og klikka á linkinn í bio. Takk fyrir. Já, þetta sé bara nógu bilið, bara já, bara ógeðslega flott að sjá svona mismunandi bara kvikmyndum og bara, já, bara svona expressa sjálfum sig og já, það er mjög flott sko. Super.